Góðan daginn hér og velkomin í enn einn Guðsorðaþáttinn okkar sem við vitum hvað það er þegar þátturinn er búinn. Það er allt í lagi. Aðalatriðið er að hafa spenningin uppi, hvað Guð ætli nú að gera í dag. Það verður eitthvað gott allavega, svo vel þekkjum við Drottinn að kemur eitthvað gott út af því. Og hann notar fólk, mig í þetta skiptið og þig stundum, til að útbreiða sjálfan sig. Þannig er nú verkslagið hjá Guði. Hann er með fólk í frávarðarsveitinni sinni sem hann hefur sjálfur útvalið og kallað í þetta verk, nú eða eitt og annað verk sem að snýra kirkjunni. Allar stöður eru köllun Guðs og fólk, menn og konur í stöðunum, í kirkjunum, er sömuleiðis kallað á Guði. Þetta er undirstrikun þess að okkur ber að virða þessa manneskjur því að það getur oft verið atgangur í kringu þessa menn með einum og öðrum hættir bara vegna stöðu sinnar í Guði. Og þetta er gott fyrir trúsystkini að átta sig á og gera sig grein fyrir því að sumpart þá þekkja þetta allir sem eru á akri Guðs að trúin hefur oft verið svona að menn hafa oft beint athygli sinni að trúnni og ekki alltaf í jákvæðum skilningi. En við megum heldur ekki gleyma því að margir líta jákvætt til trúarinnar, en samt ekki allir. Þannig að við verðum að vita hvað snýr upp og hvað snýr niður á þessu máli. En við sem trúum og þekkjum Jesú getum alveg farið þann veg að virða önnur systkini, en við þurfum þó að gera það, við þurfum þó að læra það, við þurfum þó að vera þetta fólk sem að virða þetta fólk, já, sem systkini sín og umfram allt vini sína. Þegar Drottinn er að búa til vinahóp, að þessar, já, með því að draga fólk saman í þennan hóp og hinn hópinn, þá eru þetta leið að hans vilja vinahóp. Og ofta ræktast líka upp mjög góð vinátta inn í hópnum. Það er vegna þess að fólki hefur lánast það að leyfa bara Drottni að vera Drottinn í sínu lífi. Og þá kemur allt hitt sem er gott með. Þannig að við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu, en við þurfum að trúa. Við þurfum að læra hvað trú er, við þurfum að læra hvað trú er, og við höfum allt sem við þurfum í þann lærdóm og það heitir orð Guðs. Þannig að ég þarf að bera ábyrgð á minni trú sjálfur og einkum því að ég er þó allavega að lesa orð Guðs og þetta segir með mér, ég er þó allavega að lesa orð Guðs og geti alveg fengið viskuna úr orði Guðs sem styður mig og styður mig í að gera það sem Drottinn er að biðja mig Og hann krefst þess að vinátta ríki á milli okkar. Ríkir vinátta á milli okkar. Svona í 99% tilvika, já, þá gerir það. Þannig að þessi saga svo sem það þarf að tala þessa sögu líka, en hún alveg ágætlega virk allavega það sem ég þekki til. Þetta kemur alls konar upp og menn hlaupa út og við veitum allt það og það eru rægitungurnar fyrir utan. Fólk hleypur út og rægir fólki sem fyrir innan dyrnar á kirkjunni. Það var eitt sinn í en hrökklaðist frá og hver veit af hverju. Hvað skeði? Ég hef ekki hugmynd það. Svona í 99% tilvika þá skeði í raun og veru ekki neitt. Ekki nema birtingamyndin á veikleika fólks sem tekur óstend upp það sem sagt var, það sem það heyrði og það sjálft veikleika vafið, kannski búið að lifa þannig lífi og verið í þannig umhverfi sem var aldeilis ekkert gott
og það búið að byggja upp í sér einhverja gremju sem maður vill ekki fara, og þetta fólk lendir fyrir utan og sumt af því, ekki allt, talar gegn þessum söfnuðum. Þetta fólkið, ef það gert, sem talar gegn þessum söfnum. Það ekkert verið að tala þessa söfnuði svona hjá fólki sem maður veit ekki haus og sporð hvað kirkja en það gæti verið að fólki sem að þekki kirkjuna það ekki lengur talið gegn kirkjunni. Þegar ég var vantrúað manneskja, þá náttúrulega gekk maður með fólki sem var vantrúað, maður þekkti ekki marga trúaða menn og var ekkert í samskiptum við það. Ég minnist þess aldrei í eitt skipti að við, þessi hópur, hafi eitthvað verið að tala kirkjuna. Ekki nema þá bara til þess að hlæja henni og gera grín að henni, en öðru liti var kirkjan bara, hún var þarna og hún mátti alveg vera þarna og við vorum í allt öðrum pælingum. Við vorum bara í pælingum heimsins manna og kvenna og veltum okkur upp úr því. En svo kom trúin inn og þá náttúrulega beindist öll athygli okkar að verkinu sem kirkjan stendur fyrir. Og við auðvitað þökkum fyrir það að vera komið þangað inn og höfum mörg hver staðist álagið á því að vera þarna fyrir innan, álagið, já, það getur verið álag að vera þar. En við höfum staðist þetta allt saman vegna þess að við fórum alltaf réttu leiðina í þetta mál og leyfðum orðin að byggja okkur upp eins og það vildi og þeir hraða sem það vildi sjálft. Og þannig höfum við öðlast styrkin af því að ganga þennan daglega veg trúarinnar. Við höfum séð náttúrulega allt sem hægt að sjá í kringu það mál. En við erum ekki enn fólkið sem eru hlaupin út og eru svo að naga í bakið á kirkjunni fyrir utan. En það einmitt það sem gerir að sunda þessu fólki sem hljóp út að naga í bakið á kirkjunni. Af hverju? Það annar andi tekin við. Það enginn sem hleypur út úr kirkjunni nema því að það greip hann einhver annar andi. Þannig að þetta mjög grafalvarlegt mál. Þegar það gerist þá gott fyrir fólk sem á þessu stað að átta sig á því af hvað anda það að tala. Þegar það að tala til að mynda gegn söfnuðinum, gegn sínu gamla stað í einhver þvælu. Hvað sannleikurinn þar? Það sé ekki bara svona heips haps, svona eftir því hvernig liggur á viðkomandi manneskju þá og þá, ég hugsa það. En þetta byggir upp gremi í manneskju, gegn þessum stað þar sem hann einu sinni var á. Þannig við þurfum að gæta okkar hvað við erum að tala hvað við erum að segja og muna það að það var í raun og veru enginn sem sagði okkur að fara. Við vorum. Að við vorum gröm, við vorum reið, við vorum bitur, okkur fannst þetta ekki vera alveg eins og við vildum og hvernig vildum við hafa þetta? Já, ég veit ekki það. Ég get alveg sagt þér hvernig ég vil hafa þetta, ég hef orð Guðs, ég segi, förum eftir því. En það ekki allir sem gera það og þeir sem fara ekki eftir því, taka trú sína aldrei almennilega alvarlega. Að þetta fólki sem hættir við að fara einn daginn og kannski meginparturinn af því sem tekur ákvörðun að fara fer í stormi og það að tala kvissa út eitthvað sem söfnuðurinn var að gera en það sannleikur? Ég leyfi mig bara að efast það sé sannleikur en þetta eitthvað sem flýgur út og gerir að verkum að einhverjir, ekki allir, það ekki allir sem grípa þvæluna, en sumir gera það og þeir draga upp mynd af einhverju sem heitir söfnuður alveg á kolvitlaus hátt. Af hverju þetta svona? Það liggur alveg fyrir af hverju þetta svona. Satan að verki. Hann hatar kirkjuna og veistu af hverju hann hatar kirkjuna? Af því Kristur ræður þar og ríkir, ekki hann. Og það munurinn. Það gerir gæfumuninn. Drottinn tók frá stað því hann vissi alveg hvað hann ætlaði að gera. Hann vissi alveg að hann ætlaði að sækja menn úr þessum villta og trillta og bjónarlega heimi
og setja hann yfir á sinn stað þar sem einhver staðfesta og það staðfesta í kirkjunni sem að við kannski kunnum ekki alltaf að þakka fyrir og verðum bisk og gröm yfir því sem að það að gerast, af því það ekki okkar skapi, af því við þekkjum ekki orð Guðs. Þá það ástæðan fyrir því að það verður kannski ekki okkur á skapi. En okkur á skapi breytir ekki áliti Guðs. Hann talaði og hann sagði og þá stendur það þar sem það stendur. Þannig við getum alveg farið eftir því. Og mínar skoðanir á því hvernig þetta á að vera, það gilda ekki þarna. Og það hafa margar skoðanir því miður komist upp sem að menn að nota. Hvað að tala um? Þeir eru einhvern veginn að beina máli sínu þannig að það veki áhuga fleiri manna. En ég segi og hef lært það, orðið beint talar best og mest til manna þegar upp staðið. Þannig að við þurfum ekkert að breyta neinu þar. Við tölum bara orðið. Við setjum þetta ekkert í einhvern búning sem að okkar áleiti fær menn til þess að, rífast. Og hvað með að rífast? Orðið alvöru mál. Þú rífst af því þegar þú skilur orðið. Þá ferð að rífast af því með réttum hætti og þú vilt fá þetta orð vegna þess að þú finnur á sjálfum þér og sjálfri að það að gera þig gott. Og hvað þurfum við meira en eitthvað sem gerir okkur virkilega gott? Þetta kirkjan. Þetta kirkjan í hnotskurn. Þú þarft ekki að hlaupa úr kirkjunni og byrja eitthvað að blaður hana nema því að þú bara fékkst annan anda. Því miður þá ég bara að segja það eins og það er. Það fullt af öndum í þessum heimi. En einn andi Krist og annar andi heimsins. Og andi Krist, hann alltaf bara talar Guð. Hann bendir á það sem að gerast og segir að andi heimsins, hann tali ekki Guðs orð. Hann kemur gegn Guðs orði. Og sumt fólk sem var í kirkjunni komið þarna út og talar gegn kirkjunni og sínu gömlu félögum jafnvel. Og finnst þetta allt vera satt og rétt sem það að segja og því miður þá virðist menn innan kirkjuna líka taka undir það. Maður skilur ekki alltaf þangað. En það nú svona bara eitthvað sem að ég að glíma við. Ég veit ekki hvort ég sé að glíma við það en þetta bara það sem Ég vil ekki vera þar. Og ég vil aldrei ekki fara með sjálfa mig út í þessa sálma að gera þetta. Því ég þekki kirkjuna. Þetta ekki rokið að segja þetta? Ég veit ekki hvað þér finnst vera rokið, en þetta bara sannleikurinn. Ég þekki kirkjuna að því ég þekki orð Guðs ágætlega. Þá þekki ég kirkjuna ágætlega. Og þú getur líka þekkt kirkjuna ágætlega, en þú verður þá fara þessa leið. Að þekkja orðið vel, það grunnur kirkjuna. Þannig að þú þarft ekki að fara með einhverjum stafi í sambandi við kirkjuna. Þú bara leggur á þig að þekkja vel það sem orð Guðs segir og það kirkjan. Og ekkert minna heldur en það, orð Guðs kirkjan í öllu sínu veldi. Og þú sérð allt þar sem orðið segir ef þú bara hefur augu þín opin og talar og leyfir augunum að nota anda Guðs í þér, heilagan anda í þér. Hann sýnir þér þetta allt. Þannig við erum á afsökunar ef við erum að hlaupa út og gjamma eitthvað kirkjuna þaðan. Það eigum við ekki að gera. En svona þessi andi sem að reiðst inn og kefjar heilagan anda, hann getur gert það vegna þess að þú ert að leyfa þetta snýst allt það. Þína trú sem hefur alltaf verið að minka þannig að hún var komin í eiginlega 0, þá stökk hann inn og reis upp og þú fórst að tala gegn kirkjunni. Ekki? Bend á allt sem að þar gerðist. Jú, það margt sem hefur gerst í kirkjunni og við erum ekki sátt við allt sem þar hefur gerst. En ég segi það að þótt að það sé svona, þá í grunninn í lagi við kirkjuna og fólkið oft alveg ótrúlega miklur og góðir vinir og það verður kunningsskapur með þessu fólki sem endist bara með að lifi.
Fólk sem að kynntist í kirkjunni vissi ekki deili hvort á öðru fyrir þann tíma en verður prýðist vinir vegna trúar sinna og það að staðfesta anda Guðs hvorum í öðrum. Og engin vafi. Þannig við erum ekki fólki sem erum að benda á þennan og finnst lítil trú þarna og þarna, fyrir utan það að við vitum ekkert trú annarra manna, ekki nákvæmlega ekki neitt. En við getum vitað allt okkar eigin trú og hvar stöndum við hvað trúna varðar. Ertu kannski komin í hlaupaskóna eina ferðin enn og ertu á leiðin út? Það ekki að hafa byggt upp í sér öfluga trú. Það hafa byggt upp í sér öfluga trú, kannski, sem var ekki haldið við. Og hvað gerist þegar trú ekki haldið við? Henni fyrir nignandi. Svo ertu komin á þann stað að þú vilt ekki vera þarna lengur og þú ert farin út og jafnir verður manneskjan sem talar gegn svefniðinu. Og það ekki allir sem gera það en þeir eru til, menn og konur, sem talar gegn svefniðinum sem þeir vita og þekkja betur en þetta. Af hverju er þetta? Vegna þess að það kom upp í því gremi. Þeir fannst ekki svefniðinu vera eins og þeir vildu sjálfur og sjálfar. Þá kemur upp gremi að þetta veiklunduð manneskja sem þetta gerir og við getum öll verið þarna, þannig að við erum ekkert að tala þessa einstaklinga. Við gætum okkar sjálf á að verða ekki þessir einstaklingar sem við getum alveg úr því að þetta fólk gat farið með sig sjálft þangað, þá getum við það líka, en við getum líka sagt ég vill það ekki. Og hvað gerist þá þú gefur út þessa yfirlýsingu að trúin rís upp í þér eld og það vill hún fá að gera í þér. Hún þetta til þess að taka yfir. Hún tekur yfir og þú sest bara í rólhautunum aftur og byrjar aftur að skoða til að mynda svefniðinn eins og þú gerðir með þessum augum eftirvæntingarinnar. Og svo getur þú byggt upp við þér trúna þannig að þú hittir fólkið í hvers skipti með vissri eftirvæntingu. Af hverju? Því þú getur farið með þjálfaði og trú þína í þann farveg að þú ert í raun og veru að fara að hitta vini þína. Góða kunningja þína, bestu vini þína þess vegna. En ef þú ert gramur út í svefniðinn, þá ert ekki að fara að hitta bestu vini þína. Því get ég lofað þér. Það fer eftir því bara hvernig ég og þú erum stemd þá og þá og við eigum trú, við byggjum hana upp til þess að við verðum alltaf rétt stemd hvað þetta varðar. Og ég ræði öllu það og þú fyrir þig. Og hvað viltu gera? Ég held ég geti alveg svarað fyrir þig, þú vilt byggja þig þannig upp að þú eigir til alltaf þessa eftirvæntingu eftir að koma í svefniðinn. Því þú vilt hitta vini þína. Þú ert búin að byggja upp með sjálfum þér og sjálfur ákveðin vinahóp þar. En hver er staðan? Að þú vildir að þessu vinn væri ekki það. Það er ekki að hafa byggt upp vinahóp, það er byggt upp, sett upp í sjálfum sér goggunarröð sem að í raun og veru klífur svolítið svefniðinn. Við höfum séð þetta að það eru ákveðin hópar sem að koma saman og hittast og talast við og þetta fólk kannski blandar ekkert svo miklu geði við aðra í kirkjunni, ekki svo að skilja að þetta fólk sé ykkur óvinir. En þetta er ekki það sem drottinu er að byggja upp. Hann sendir þið inn í kirkjuna, inn í hópinn, til þess að þú aðlagist hópinum og hver og einn í hópnum verður þessi vinið og vinkona. Þetta er eiga samfélag við Krist og þetta er eiga daglegt samfélag við Krist sem heldur á þessum spöðum. Og hvað viljum við gera? Ég tel mig vita hvað við viljum gera. Við viljum halda þessum spöðum sem byggir upp rétt samfélag við einstaklinga í svefniðinum. Og þess vegna venjum við okkur á að tala bara vel svefniðinn. Þegar við getum það með léttum leik þegar svefnurinn er góður.
Hann er traustur, hann er traustvekjandi. Við vitum að hann er byggður upp á gallagripum eins og mér og þér. En við horfum yfir það og við horfum á Krist í viðkomandi einstaklingi, þá sjáum við allt aðra mynd. Það er þetta sem við viljum horfa á. En ekki á galla mann og kvenna, því að þeir eru þarna til staðar. Þú þarft ekki að benda á sjálfan þér til þess og þú sér fullt af göllum í þér sem þú vildir að væri ekki, en þeir eru nú samt þarna. En þú ert ekki að horfa á þetta, þú horfir á orð Guðs, þú horfir á trúna þína og hún blínir alltaf á Jesú. Yfir þetta allt og á Jesú. Það er þetta sem trúin er að gera og það er þetta sem söfnuðinu vill gera og er að gera. En við hlupum út frá og förum að gjamma eitthvað allt annað en er þar. Þetta er skemmdarverk sem verið er að vinna og yfirleitt er þetta frá fólki sem veit betur en hljóp út í gremi og talar í gremi og verður jafnvel reitt þegar hugurinn fer að beinast aftur á þessu söfnuði. En það breytir ekki söfnuðinum. Hvernig ég tala um hann, ég tala vel um söfnuðinu ef alltaf gert. En hann er góður. Ég geti farið mig sjálfa mig inn áttina og fara að tala illa um söfnuðin. En það breytir honum ekki úr vondu í gott þó ég sé að segja eitthvað. Hann er áfram góður. Nú af hverju? Kristur er góður. Og hann sker þarna á milli. Skilur algjörlega á milli. Og það er þetta sem við viljum boða, það er þetta sem við viljum tala um, það er þetta sem við viljum segja fólki. Ég lofa þér því að þeir sem tala með þessum hætti tala sannleikum og þú veist að þetta er sannleikur sem þekki til safnaðarins. Kannski viltu að sumt væri öðruvísi. Jú, það getur alveg gerst. En af hverju öðruvísi og hvernig öðruvísi? Hvernig viljum við hafa söfnuðin öðruvísi en bara byggðan upp orðið Guðs? Það er þetta sem við þurfum að vita. Við byggjum söfnuðin upp á orðið Guðs og hann virkar í orðið Guðs. Og þú kemur inn, biblíufróðmanneskja, veist alveg hvernig þetta ætti að vera og þú sér þetta þar. Og þú verður glöð og glaður í hjartaðin yfir því að sjá þetta svona, þannig að við getum alveg gert það sem er rétt. Það er ekki rétt. Og ég segi það að söfnuðirnir flestir, já, ég þekki nú reyndar engan annan sem getur ekki sagt þetta eru með þessum hætti. En fólki kemur og fer. Sumir eru búin að vera í þessu söfnuðum áratugum saman, en aðrir skemur og sumir hlaupa út eftir smá tíma og eru kannski fólki sem er að tala gegn þessum söfnuðum. En hver markar það? Ég ætla að bíða bara fyrir því að menn sé ekkert að marka það. Þeir skulu bara hlusta á þann og þá sem að tala með þessum hætti söfnuðina. Þetta er biblíulegt fyrirbæri, söfnuðurinn, og ekkert minna en það. Það er biblíankennd, það er orð Guðs talað. Það er mönnum bent á kærleika Krists sem byggir upp og rífur engan niður. Þetta eru söfnuðirnir. Hvernig líst þér á þetta? Ertu ekki að sjá þetta? Ef þú sér þetta ekki svona, þá bið ég Drottinn að hann opni augun því að þetta er svona. Og þú sér þetta þegar þú kemur inn með rétt stendur í Guði, þá sérðu þetta svona. En svo kemur inn í vondaskapinu þínu sem alltaf getur gert og þá ertu að sjá eitthvað allt annað. En það breytir ekki söfnuðinum, hann er bara eins og hann var þegar meðan þú varst í góðaskapinu þínu. En núna ertu í vonduskapi, þá sér þetta allt öðru sig. Þannig að það skilur ekkert á milli rétt og rangt. Rangt er rangt, rétt er rétt. Hver sem afstaða mín er. Orð Guðs er það rétta og söfnuðinir eru byggðir upp á orði Guðs og þetta máttu vita. Ég vil ekki séð þetta. Það getur vel verið að þú segir með þessum hætti, en það er ekki heilagur sannleikur. Sumt sjáum við einfaldlega ekki rétt. Og það er allt í lagi að sjá þetta ekki rétt, en við leitustum eftir því, og það getum við valið, að fá sannleikan út úr þessu. Og þá erum við í góðum málum, því við erum fólk sannleikans. Og verðum aldrei neitt nema fólk sannleikans.
Og af hverju? Nú, við eigum til trú. Drottinn gaf okkur trú, fyllt okkur heilugum anda og hver efast það sem þekkir til málsins að vera hann fylltur heilugum anda, en það gengur á ýmsu. Það segir í orðinu, holdið er veikt. Þetta hold sem er erfiðast við að eiga, ekki andi Guðs. Hann er léttur og leikandi. Við þekkjum það þegar við erum þeim megin í okkur að þetta verður allt leikandi, létt og skemmtilegt og við tala ekki það. En svo dettum við í hingýrin, þá rís þetta holdu og það er leiðinlegt. Það er alltaf leiðinlegt við okkur. Því að það vill áfram draga úr getuðinni til að sjá Drottinn augum sannleikans. Hann er sannleikur. Og ég veit að þú tekur undir þessa afstöðu vegna þess að þú þekkir það líka. Hver sem afstæðin er nákvæmlega núna gagnvart þessu fólki sem byggir upp söfniðin. En það máttu horfa til þess að sumir sem eru þarna eru búin að vera í áratugi. Ekki að það sé neitt afrek í sjálfu sér, en hvað hefur haldið þeim þarna inni í áratugi? Þar sem það er, og ég veit að margir hafa verið þar í áratug, ekkert annað en trúin. Frá degi til dags. Og svo bara líður tíminn og áratuginir þess vegna. Og þú ert enn á sama stað, enn í sama eldi, vegna þess að hver dagur með Drottni er í raun og veru eldur trúarinnar. Við getum byggt upp í okkur trúna að hún sé eldur á hverjum degi, en við verðum þó að gera það sem þarf til þess að úr þessu verði. Og ég ræði öll það hvort þetta gerist eða hvort þetta gerist ekki. En það er alveg og enginn vandi að fara með sjálfa sig niður í einhverja depurð vegna þess að það er svo stutt frá okkur. Það er svo stutt í þetta að fara með sjálfa sig þangað vegna þess að við erum, eins og við vorum að tala áðan, bara breyst fólk. Hlaðið vonbrigðum, hlaðið oft, já vonbrigðum, ekki alltaf, en oft erum við það, sem er ekki að gera okkur neitt gott, og þetta vitum við. Vegna þess að við vitum ýmislegt, og hvað er að gerast. Þannig að þú sem þekkir Jesús, og ert manneskjan sem ert stundum að naga í bakið á honum, hættu því. Þú ert ekki sannleikurinn. Ég lofaði því sem talar með þeim hætti, ert ekki sannleikurinn. Ég þekki sannleikan. Hann býr í Jesús og Jesús býr í mér. Ég tala því sannleikan hans, eins og þú getur gert. Ég geti alveg verið á þínum stað og tala gegn þessu öllu saman, en ég vill það ekki. Að ég væri þá eins og þú að segja ósatt. Og það vil ég ekki heldur. Þetta er allt saman á mínu valdi, hvernig ég geri þetta og hvað ég geri og hvers vegna ég geri það, að ég trúi á Jesús. Trúi á kraft hans, megin og mátt og veit hver hann er, að því ég þekki hann. Persónulega. Þekkir þú Jesú persónulega? Ef svo er, þá óska ég til hamingju með það og þá veistu alveg hvað ég er að tala. En ef ekki, þá ertu kannski með skrítinn svip á andlitinu þú heyrir svona. Og það er allt í lagi. Líklega var ég einu sinni sjálfur með skrítinn svip á andlitinu þegar ég heyrði eitthvað Guðs orð. En ég er það ekki lengur, vegna þess að ég gekk inn í Guðs orð. Og það fekk að birta upp á mér, já, hjartað og andlitið og allt saman og ég fór að líta þessi mál allt öðrum augum. Og staðan í dag þannig að ég elska kirkjuna og söfniðinn minn og allt þetta fólk sem það er. En ég er ekki að horfa á gallalaust fólk. Ég er bara að horfa á fólk sem er í veikum mætti að reyna að gera það sem er rétt. Ég fullyrði það. Og þú skalt vera þeim megin línunnar. En þú verður að velja það sjálfur og sjálf. Ég get ekkert valið neitt fyrir því þar, ég get að þess bentir á þetta mál. Vegna þess að þetta er rétt að fara svona með sjálfan sig. Ekki einhver allt aðra á
sem léttur leikur að gera, en röng átt röng og rétt átt rétt. Og þú verður að vita hvort hvað. Og þú getur alveg vita það með því að rækta upp við trúna, lesa orð Guðs, vera staðfastur í þessu hvort tveggja og eiga þetta svolítið fyrir þig sjálfan. Og þá söfnuðurinn, sem samanstendur mörguð að fá fólki, vinir þínir. Eitthvað sem þú vilt vera hjá og vera innanum. Og getur alveg verið innanum, en þú verður að vilja það sjálfur. Og ég fyrir mig og þú fyrir þig. Þetta eitthvað sem við veljum sjálf og gerum sjálf, en enginn fyrir okkur. Sumt þurfum við að gera sjálf. Og hver svo sem veit ekki þetta. En þó að maður viti eitt og annað, þá alltaf hressandi að fá ábendingu þetta. Þegar við erum flöktandi í huga og í hjarta, svo kemur svona hvatning og þá hressum við okkur við og tökum afstöðu með, en ekki gegn. Jafnvel þó að við höfum oft gert það, þá getur svo farið að við erum þannig stefnd að við samþykkjum þetta. Af hverju? Af því orðið að vinna sitt gagn. Orðið að tala og það vinnur sitt gagn í mér, í þér, og við játum það sem við áður kannski komum gegn sem sannleika. Svona vinnur Drottinn. Hann gefst ekki upp með neitt. Hann veit alveg hvernig holdið hvernig það hugsar og talar. En hann annað en holdið, hann meira en holdið. Ég hold, en ég líka andi sem að Drottinn gaf mér. Hann að tala, hann að segja þessu orð vegna þess að hann þekkir Jesús og leyfir mér að þekkja Jesús með sér. Þannig erum við eitt. Hann lokast hringurinn. Og hann lokast og fullkomnast í verkum Drottins, til að mynda söfnuðinum sem við erum að sækja í. Og læra hvernig virkar og aktar, og við höldustum þar að við höfum náð því marki að sjá Krist í þessu öllu saman. Ef við sjáum ekki Krist í þessu öllu saman, þá held ég að við klæðum okkur ekkert úr hlaupaskónum. Við erum rokin burt og erum jafnvel fólki sem gömum gegn söfnuði Guðs. Þá áttu í raun að vera að tala gegn orði Guðs. Því að þetta allt saman gert fyrir hendur og kraft Krists, söfnuðurinn. Af hverju? Til að ég og þú sem trúarmanniski fengjum samanstöð. Þegar þú varst trúarmanniski varð aðskilnaður. Og það manstu þegar þú frelsaðir að það varð viss aðskilnaður og þú fórst að horfa til safnaðarins. Þú fórst að horfa til orðs Guðs sem þú kannski gerðir aldrei áður. Þetta aðskilnaður. Þetta sem sagt að þú stígir yfir frá heiminum í ríki Guðs. Og þar ertu að byggja þig upp. Og ég hveti til þess að byggjast hratt upp því að þú þarft á því að halda af eins og ég. Og þú getur það. Þú getur byggt þig mjög hratt upp. Og fengið þann grunn sem þú þarf sem að haggast ekki þó áratugirnir líði. Heldur hver dagur með þeim hætti gerður að byggja þig upp. Fara vel með þig. En dagarnir í heiminum mun ekki fara vel með þig. Þú ert gremjufull manneskja frá degi til dags. Þú ert hugsandi öðru jafnvel illt frá degi til dags. Þú ert ósáttur í dag vegna eitthvað sem gerðist í gær. Og hvað rétt og satt í því? Þú hefur ekki hugmynd það, þú reynir ekkert að grafast fyrir það hvað rétt og satt. En þú ert bara á þessu stað. Og þetta vondur staður að vera á. Og hver margir í dag ekki þarna. Allt og margir segi ég. Eitt sinn var maður sjálfur þarna. En maður ekki lengur þarna og ég held ég fari aldrei aftur þangað. Þess vegna held ég mig við Drottinn í dag og lofa Drottinn í dag í þeim mætti sem hann gefur mér. Og þetta enn eitt þátturinn þessa uppbyggingu sem orðið hefur og ég ekki einn að byggjast upp í Jesú nafni. Við erum mörg þar. Við erum öll á þeim stað að byggjast upp í Jesú og þakklátt fyrir að eiga þennan heilaga anda sem gefur okkur færi á að þekkja Jesú.
Þú þekkir ekki Jesús ef þú ert ekki með heilagan anda og hann gjöf. Þú baðst ekki þessa gjöf en þú fékkst hana vegna þess að Drottinn benti á þig og sagði ég ætla að taka þennan náunga í dag. Og hann gerði það. Og þegar hann talar þetta og gerir þetta, þá fylgir allt þetta með sem að hann er með. Og þú fer allt í að hafa áhuga fyrir orðinu. Í fyrsta skipt á ævinni kannski. Eins og gerðist hjá mér og ég er örugglega ekki einn það. Og nú er orðið mér kærast af öllu kæru. Fyrir þetta náttúrulega allt það sem Kristur hefur handað mér. Því að söfnuðurinn er handað mér og þú segir þetta með mér. Þetta er allt saman handað mér. En er ég að nota þetta? Það verður hver og einn að svara fyrir sig. Eða er ég kannski orðin þreyttur á þessum söfnuðum? Af hverju verð ég þreyttur á söfnuðunum? Að ég byggði aldrei trúna mína rétt upp. Þá verð ég þreyttur á söfnuðunum. Að ég var hipsum haps, svona hálfvolgur og ekki hálfvolgur og þaðan að minna og allt í hennu bara, þá gafst ég upp á þessu. Og hvað er ég það? Ég veit alveg hvað ég er, já, ég er í söfnuðinum og ég veit ekki hvað þú ert. Kannski ert í söfnuðinu með mér og til að mikið með það. Þá hefur þú barist trúarinn og góðu baráttu til sigur og ert þessi sigur enn í dag. Þannig að við sem sigurum erum ekki leið tapararnir. Það eru hins vegar þeir og þær sem hafa farið. Þeir eru tapararnir. Og við viljum ekki enda þar, en við getum enda þar ef við uggum ekki að okkur. Þessi dagur er til að ugga að sér. Og lofa Guð, lofa Drottinn, tala hann, tilbiðja hann, tegna hann, fræðast hann og allt það. Þessi dagur eru gefin til þess, ekki neins annars. Og þannig viðhelst okkar ágæta trú og þannig verður sannleikurinn hreinn og tær fyrir okkur og við efumst ekkert að hann sé annað en sannleikur. Og á þessu stöndum við í dag. Og ekki neinu öðru. Kristu er mitt haldreipi. Er það ekki rétt hjá mér? Tekur ekki undir þetta sem kristinn manneskja að hann er okkar haldreipi? Jú, hann er það og við ræktum hann. Af því hann hvetur okkur til að koma til sín og hér erum við að opinbera nafni Jesús einu sinni enn og hefum gert í áratugi og þreytustum ekki á að því við þreytustum ekki á að segja sannleikann. Sumir að sjá verða þreyttir á sannleikanum. Sumir verða þreyttir á öllu. Þeir byrja við gassagangi jafnvel svo þreytastir á öllu saman. Það er alveg sama hvað það er í sumum tilvikum að menn virðast geta þreyst á öllu. Ég vil ekki vera það. Ég vil bara aldeilis ekkert enda þar. Ég get eins og allir aðrir enda þar ef ég gæti mín ekki og ég vil gæta mín og ég bið Guð að gæta mín að þessu leyti þannig að ég vaxi en dvíni ekki og leggist í eitthvað dvala. Það er ekki það sem Drottinn kallaði mig til að gera. Hann kallaði mig til að starfa í eldi, vera í eldi sínum. Og eldur hans er nægur, hann er til staðar en ég verða vilja og ég vill og þess vegna er ég hér. Í dag, í þessum eldi eins og þú sér, vertu þar. Hættu allir í liðleskju og vertu bara þar. Takstu á við það sem Drottinn er að setja upp í hendurnar á þér. Og sjáðu til, hann mun láta þetta allt saman vaxa í höndunum á þér. Og byggja þau upp með réttum hætti, þannig að þú sért ekki lengur þetta flóttadýr. Þú ert búin að henda flóttaskónum. Komin í skó fúsleikans og það allt saman, alveg dæmi og vittu til, allt mun breytast hjá þeir til batnaða og sumt jafnvel læknar sem er kannski farið að lemstrast í líkamannu þínum. Þannig að við byggjum okkur upp í Jesú nafni að því við trúum áfram á þetta Jesú nafn vegna þess að enn lofum við þetta nafn að því við höfum ekki reynt neitt nema gott af þessu nafni. Og við munum áfram reyna bara gott af þessu nafni vegna þess að Drottinn er sannleikur. Hann er hér til að segja mér sannleikan og hann er að nota mig til að segja þér sannleikan Jesús einkum og sérilegi. Ég er bara verkfæri hans. Þú trúir á Jesús og ég hveti til þess að trúa á Jesús. Annað er að eiga samfélag og góða vini í Jesú nafni. Það er góð gjöf að eiga góða vini í Jesú nafni.
og ég á þá, og ég trúi því að þú sem kristin manneskja eigi líka þína góðu samstarfsfélaga og vini í Jesú nafni. En við segjum þetta gott í dag og Konráð kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram.